Starfsmenn Kaupþings þurfa ekki að greiða lán sem þeir tóku vegna hlutabréfakaupa hjá Kaupþingi samkvæmt ákvörðun stjórnar frá því í september. Lánin voru ekki felld niður, heldur miðast ábyrgð á hlutabréfunum við andvirði bréfanna. Stjórn nýja Kaupþings kannar hvort ákvörðunin sé riftanleg. Mest var kaupréttarsamninga hjá Kaupþingi af gömlu bönkunum. Samkvæmt upplýsingum úr ársskýrslu bankans 2007 höfðu starfsmenn alls keypt hlutabréf í bankanum fyrir 36 milljarða króna. Bankinn lánaði fyrir stórum hluta þessara kaupa en í sömu ársskýrslu kemur fram að lán til lykilstjórnenda og stjórnarmanna bankans voru samtals rúmlega 34 milljarða króna. Skuldir stórra hluthafa og stjórnarmanna í Glitni voru á sama tíma nálægt þessari tölu eða rúmir 38 milljarða króna. Lykilstjórnendur í Kaupþingi voru langstærstu kaupendur hlutabréfa en samkvæmt gögnum frá Kauphöllinni átti Sigurður Einarsson stjórnarformaður Kaupþings persónulega hlutabréf í bankanum að virði 5,8 milljarða króna en miðað við lokagengi áður en bankinn var tekin yfir af ríkinu. Hreiðar Már Sigurðsson átti hins vegar einkahlutafélag þar sem skráð eign í bankanum var 4,6 milljarða króna. Aðrir stórir hluthafar voru Ingvar Vilhjálmsson, einn framkvæmdastjóri hjá Kaupþingi sem átti hlutafé að virði 2,7 milljarða króna en hann stofnaði hlutafélag sinn hlut í október á þessu ári. Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi átti persónulega 2,5 milljarða króna í bankanu samkvæmt gögnum frá Kauphöllinni. Bjarki Díogó sem yfir fyrirtækjasviði bankans og var einnig í skilanefnd bankans átti 1200 milljónir í bankanum sem skráðir á hann persónulega samkvæmt gögnum Kauphallar. Það sama á við Ármann H. Þorvaldsson sem var forstjóri Kaupþings Singer og Friedlander en hann átti 1,3 milljarða í Kaupþingi. Kristján Arason, eiginmaður menntamálaráðherra og einn af stjórnendum nýja Kaupþings, stofnaði einkahlutafélag utan verðbréfaeign sína í lok febrúar á þessu ári. Hann átti samkvæmt gögnum í Kauphöllinni frá árinu 2004 500 milljónir króna í bankanum. Í samtali við Fréttastofu vildi hann ekki gefa upp hversu mikið hann hefði keypt samtals í bankanum. Eignin hefði nú þurrkast út. Skuldirnar sætu eftir. Nú rétt fyrir fréttir barst yfirlýsing frá fyrrverandi stjórn Kaupþings banka. Þar kemur fram að engin lán hafi verið afskrifið á stjórnendur bankans. Hins vegar hafi stjórn bankans ákveðið þann 25. september síðastliðin að fella niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum til hlutabréfakaupa í Kaupþing banka. Þannig var í raun ákveðið að taka veð í sjálfum hlutabréfunum fyrir lánunum. Stjórn nýja Kaupþings hefur einnig sent frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað að engin lán tengdum hlutabréfakaupum hafi verið afskrifuð. Persónuleg ábyrgð starfsmanna á lánunum hafi verið takmörk árið 2005 þegar söluréttur var felldur niður. Ábyrgðin hafi síðan verið alfarið felld niður í september 2008. Stjórn nýja Kaupþings hafi ákveðið að fá álit lögmanns á því hvort ákvörðunin frá því í september sé riftanleg. Þegar það leiki fyrir muni stjórnin innheimta kröfur í samræmi við umfang lánveitinga. Eins og fram kom í fréttum hjá okkur fyrr í kvöld þurfa lykilstarfsmenn Kaupþings ekki að endurgreiða lán sem þeir fengu til að kaupa í bankanum. Lánin voru með veði í hlutabréfunum sjálfum sem eru einskis virði eftir fall bankans. Fram kom í yfirlýsingu frá stjórn gamla Kaupþings að starfsmennirnir hafi verið losaðir undan persónulegum ábyrgðum þegar þeir féllu frá sölurétti bréfanna. Vilhjálmur Bjarnason, formaður félags fjárfesta, hefur lengi barist gegn því að starfsmenn fyrirtækja njóti sérkjara umfram aðra hluthafa og hann sestur hjá Sigmari. Velkomin Vilhjálmur. Takk fyrir. Það svona, orðið var við það að mikil reiði í samfélaginu vegna þessara tíðinda með þessa lykilstarfsmenn Kaupþings að þeir í raun og veru þessi lán falla ekki á þau með sama hætti kannski og á aðra. Hvað finnst þér bara svona opið í upphafi þetta allt? Mér finnst þetta afskaplega hæpin gerð að aflétta þessari persónulegu ábyrgð. Lán náttúrulega persónulega ábyrgð þess sem tekur það. Það engin annað sem ábyrgist það fyrir hann nema að hann gangi sérstaklega viljugur inn í þá ábyrgð. Og í þessum gjörningi þá verið að aflétta ábyrgð af starfsmönnum sem tóku áhættu fyrir hönd allra hluthafa og komu bankanum í þá stöðu sem að bankin Þeir sitja uppi með frítt borð. Aðrir hluthafar, þeir borguðu sín bréf með sínu launatekjum eða lánsfé, sitja upp með sín lán og hafa fórnað sínum hluta launatekna í þetta. Þannig að hér verið ósköp einfaldlega mismun á hluthöfum og það að segja, þeir hluthafar sem tóku áhættuna á kostnað annarra,
þeir sleppa. Já, en hérna það kom yfirlýsing frá gamla Kaupþingi núna undir kvöld. Þeir eru búin að mikið búið að reyna að fá þessa menn í viðtöl en illa gengið. Já. Þar bent til dæmis á að á árinu 2005 var starfsmönnum óheimilt að draga úr áhættu sinni með því að stofna félög utan kaup á hlutabréfum í bankanum, þar sem slíkt var að mati fjármálaeftirlitsins talið andstætt gagnsæi á fjármálamarkaði. Samt virðist þetta hafa verið að gerast. Já, það... Og komið fram að minnst okkosti með 2 starfsmenn hérna að þeir stofnuðu hlutafélög þessi kaup. Ég skal ekki alveg segja hvort að það hefur verið gert í fleiri tilfellum, en sko það að stofna hlutafélag er að stofna félag með takmarkaðar ábyrgð, og ef að hlutafélagið hefur fengið að yfirtaka lánið, það er að segja að gangast inn í skuldbindingu lánsins, að þá er verið að aflétta þessari persónulega ábyrgð af starfsmönnum. Og það að það skuli ekki koma til frekari veðsetninga á öðrum eignum til tryggingar þessu láni, þar sem að hlutabréfin hafa í bersýnilega verið á niðurleið á árinu, það var það sem menn óttuðust til dæmis, að þá er þarna önnur tegund af þessum gjörningi að aflétta þessu skuldbindingum af þessu starfsmönnum. Það segir líka í þessari yfirlýsingu að það hafi átt að samtvinna hagsmuni hluthafa og starfsmanna. Stendur það ekki í þessari yfirlýsingu? Jú. Og sko, aðrir hluthafar, þeir fá ekki svona samtvinningu þegar allt fer niður. Hluthafarnir, þeir þurfa að taka skellin líka. Starfsmennir, þeir áttu bara að taka ávinningin þegar allt fór upp. Og svona vinnubrögð ganga ekki á hlutabréfamarkaði, það er að segja að mismun á hluthöfum. Og hlutafélagalögin íslensku, þau heimila þetta beinlínis ekki. Ég hef margoft bent á það í ýmsu samhengi að 77. grein hlutafélagalagana, hún bara tekur fyrir þetta og stjórnin hefur ekki heimil til þess að ívilna einstökum hluthöfum, jafnvel þó heita starfsmenn. Starfsmenn, þeir hafa engan rétt umfram aðra hluthafa í hlutafélagi. Já, það hefur verið rætt það líka að sumpart geti bankinn allt í einu verið komin í þá stöðu þegar hlutabréfa verði fyrir niður, að lykilstarfsmenn, stjórnendur bankans, í raun og veru, eigi þá hætt að vera persónulega gjaldþrota. Finnst þér það ekki geta spilað inn í þessa ákvörðun sem tekin þarna í lok september? Það hlýtur að vera alvarleg staða fyrir bankan þegar allt í einu lykilstarfsmenn eru komin í þá stöðu að þeir megi ekki vinna í bankanum. Nei, en það er nú kannski mergur málsins á að það er þessi lykilstarfsmenn sem komu bankanum í þessu stöðu. Og það að þá undantekja þá líka ábyrgð þegar þeir eru að koma bankanum í þessu stöðu, það er ámælisvert. Og sko, er það nokkuð athugavert við það þó að starfsmenn sem að hafa starfað þarna og komið bankanum á kalda klakana þeir hætti. Sko, þessar ráðningar í bönkunum, þar sem að þessi gömlu stjórnendur eru ráðnir áfram, þetta minnir mig svona ýmislegt háttalag í einræðislöndum, þar sem að valdastéttin, gamla, hún var skúruð aðeins í framann og það var ekki hægt að fá neginn aðrir voru óhæfir. Og það er nákvæmlega þess sama hefur gert í þessum bönkum að ábyrgðin með létta þessu fólki sem kom bönkunum á kalda klakan vegna þessara mjög vafasömu kaupréttarsamninga í gegnum tíðina. Takt eftir því að starfsmennir þeir keyptu... Það var alltaf hægt að segja að þessir starfsmenn hafi með þessum kaupréttarsamningum komið bönkunum á kaldan klakan. Nei, ég er ekki að taka stort upp í mig. Ég er að segja það að þessi starfsmenn stóða því að koma bönkunum í þessa stöðu. Ekki bara með kaupréttarsamningum. En kaupréttarsamningarnir hafa verið býsna frjálslegir og eiga sinn þátt í því að svona er komið. Ég hef bent á það að útlán íslenska bankakerfisins til eignarhaldsfélaga eru 1700 milljarðar, það bil 1/3 af heildar útlánu bankakerfisins. Og útskýrið þetta? Já, það segir okkur það að bankakerfið stóð í rauninni á þeim brauðfótum að mestallar tryggingar í bankakerfinu voru hlutabréf í öðrum bönkum, hlutabréf í öðrum félögum. Þannig að það var nánast búið að þurrka upp eigið fé í kerfinu. Og þetta er bara hluti af þessum leik og það er alltaf talað um þessa sérstöku hagsmuni starfsmanna. Þegar farið var á stað með þetta, þá hlýtur hafi reiknað með því að hlutabréfaverð gæti farið niður, ekki bara að fara upp. Og nú þegar staðan er sú að hlutabréfaverð fer niður og hluthafar tapa og þá eru starfsmenn undanþegnir því að tapa. Ég bara skil ekki svona stefnu. Nei.
En hvað það talað það í yfirlýsingu frá nýja Kaupþingi, að það verði leitað einhverja leiða mögulega til þess að athuga hvort sé hægt að rifta þessu. Já. Þetta ekki allt samt svona lögum samkvæmt og rétti samkvæmt? Nei, þetta ekki lögum samkvæmt og rétti samkvæmt. Heldur að verði hægt að rifta þessu? Já, auðvitað þetta riftanlegt. Þetta örlætt skerningur rétt fyrir gjaldþrot. Menn viti ekki þarna að fyrirtæki eru leið í gjaldþrot? Við vitum það ekki, þá þeir að bera fyrir sig og hún ekki afsakanleg í réttarfari. Það tilfellið? Já. Vissu menn það 25. september? Já, það voru ýmsar vísbendingar og af hverju var verið að gera þessar ráðstafanir. Væntanlega til að forða mönnum frá því starfsmönnum að selja í bankanum sem hefði verið eitthvað skona merki. Jú, en það einmitt nauðsynlega, tala starfsmenn að selja, það merkjagjöf fyrir aðra hluthafa og aðrir hlutthafar áttu enga kosta við að koma sér út vegna þessar upplýsingar sem þessir starfsmenn og stjórnendur bankans höfðu. Þessu tengt, ég hérna með bréf sem sendt til starfsmanna Exista og það verið að senda þetta bréf til starfsmanna vegna þess að það á afskráfélagið. Já. Og þar kemur fram í þessu bréfi, og ég skal bara lesa þetta upp, lán til starfsmanna sem tóku þátt í starfsmannaútboði í september 2006 eru tryggð með veði í Exista-bréfum. Starfsmenn bera því ekki persónulega ábyrgð á greiðslu lánsins, hrökkvi andvirði Exista-bréfan ekki fyrir eftirstöðum þegar lánin féllu á gjalddagi í september 2009, verða engar frekari kröfur gerðar á hendur starfsmönnum og eftirstöðvar lánsins felldar niður. Það í fullu samræmi við það sem fram kom á starfsmannafundum í september 2006. Og síðan segir, eins og nú ástatt má því miður búast við að starfsmenn glataði mestu því fé sem þeir lögðu sjálfir fram til hlutabréfakaupanna, hvort heldur sem það var lagt út í upphafi eða til niðurgreiðslu lána á síðari stigum. Hvað viltu segja um þetta? Ég sýndi þetta bréf rétt fyrir þáttinn, þú aðeins fengið stuttan tíma til að hugsa þetta. Hvað finnst þér um þetta? Þetta alveg samstofna að þarna búið að gefa öðrum hluthöfum til kynna að starfsmenn hafi keypt hlutabréf og þeir hafi þessa brýnu hagsmuni að allt gangi vel. En þarna bara kemur ósköp einfaldlega í ljós að það átt að rétta þeim á silfurfati ef það gengur vel. Og með þessu líka verið að falsa reikninga fyrirtækjana. Það verið að falsa vegna þess að eignin sem gefin upp, sem heitir skuldabréf, hún ekki þess virði sem rætt. Eignin sem upp gefin hér í reikningabankana, bæði Kaupþings og Glitnis, þann 30. október, 80 milljarðar, að hún ekki þess virði sem þetta kemur fram. Vegna þess að það búið að létta af ábyrgðum og starfsmanna, það búið að rétta af skuldbindingu starfsmannana og hérna 80 milljarðar og 80 milljarðar af 600 milljarðum í eigin fyrir þessara tveggja banka bara býsna stór hluti og bankarnir geta farið í gjaldþrot af minni ástæðum heldur þessu. Já, þannig að þú ert að segja að bæði þessi tilvik þar sem við erum að tala um Kaupþing, mögulega það sem á við Glitni að einhverju leyti og svo þetta með Existu, þetta bara hreint og klárt lögbrot. Þetta hreint og klárt lögbrot og það verið að ganga hérna freklega á rétt annara heiðvirðra hluthafa smára sem stóra í formi lífeyrissjóða og einstaklinga. Þannig að hér líka hefur verið gefna rangar upplýsingar í reikningunum. Það stendur hér í báðum reikningunum að kjör þessara skulda séu eins og til annara viðskiptamanna. Sem ekki rétt. Sem ekki rétt, samkvæmt þessu. Skuldum annara viðskiptamanna hefur ekki verið aflétt með þessum hætti eins og lýst hefur verið. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.